Félög tengd Ólafi Ólafssyni skulda Arion banka og skilanefnd gamla Kaupþings meira en 200 milljarða króna. Þingmaður spyr hvers vegna Ólafur fær að halda Samskipum eftir fjárhagslega endurskipulagningu. Fjárráð Álftaness eru komin í hendur 3 manna stjórnar. Fyrir liggur að semja skuldir og skuldbindingar sem nema rúmum 7 milljörðum króna. Ráðherra útilokar ekki að Álftaness verði sameinað öðru sveitarfélagi. Flugmaður farþegaflugvélar á leið frá Akureyri í gærkvöld var fyrir truflun þegar að grænum ljósgeisla var beint inn í flugstjórnarklefa vélarinnar. Slíkt getur verið hættuspil. Hollenski seðlabankastjórinn segist hafa fengið öndvert mat á stöðu íslensku bankana á fundum með stjórnendum fjármálaeftirlitsins og íslenska seðlabankans rétt fyrir hrun. Einungis 7 dagar liðu á milli fundana. 2 sænskir hermenn og afganskur túlkur þeirra létu lífið í skotárás í Afganistan í gær. Aðeins 2 Svíar höfðu áður látið lífið í átökum í landinu. Nemendur í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti skrópuðu í tíma í dag og voru með háreysti í skólanum. Þeir mótmæla því að fá ekki að gista á Selfossi eftir árshátíð skólans sem þar verður haldin. Vetrarólympíuleikarnir hefjast eftir 4 daga og voru íslensku keppendurnir kvaddir með formlegum hætti í dag. Snjóleysi í Vancouver veldur áfram vandræðum. Komið sæl, nú hefjast fréttir og Kastljós mánudaginn 8. febrúar. Þingmaður Sjálfstæðisflokks vill kalla bankastjóra Arion banka fyrir viðskiptanefnd Alþingis til að útskýra hvers vegna eigendur fá að reka áfram fyrirtæki sem bankar hafa yfirtekið. Dæmi þetta eru Hagar og Samskip. Fyrirtæki tengd Ólafi Ólafssyni í Samskipum skulda Arion banka og skilanefnd gamla Kaupþings rúmlega 200 milljarða króna. Ólafur Ólafsson var einn af stærstu eigendum Kaupþings fyrir hrun en skuldaði bankanum líka mikið fé. Fyrirtæki tengd honum skulduðu með við gengi dagsins yfir 100 milljarða króna og þaraf skuldaði eignarhaldsfélagið Kjalar 75. Þetta nú allt saman komið yfir til Arion banka. En Kjalar skuldar líka skilanefnd gamla Kaupþings yfir 120 milljarða vegna svokallaðra afleiðusamninga. Hvernig sem þessi samningar verða á endanum gerðir upp ljóst að Ólafur Ólafsson verður stórskuldugur við skilanefndina á bankan. Skuldin gæti endað í meir en 100 milljörðum króna og í besta falli, þar að segja fyrir Ólaf, verður hún nokkrir tugir milljarða. Ólafur hefur að auki stöðu grunaðs manns í rannsókn sérstaks saksóknara. Menn telja hann viðriðinn stórfellt samsæri markaðsmisnotkun þar sem Katarmaðurinn Sheikh Al-Thani hafi meðal annara verið leppur í 100 milljarða sýndaviðskiptum. Nýverið ákváðu stærstu lánadrottnar Samskipa, hollenski Fortisbankin og Arion, að Ólafur verði áfram aðaleigandi skipafélagsins. Hann átti það reyndar fyrir hrun í gegnum Samskip Holding í Hollandi. Þrátt fyrir að fréttastofa hafi farið ítarlega í gegnum tugi fyrirtækja sem tengjast Ólafi, ekki ljóst hver stór hlutur hans var nákvæmlega. Mörg slóðin endar í skattaparadísum eða á aflandseyjum eins og Tortóla. Arion banki fullyrði þó að engar skuldir hafi verið afskrifaðar í tengslum við endurskipulagningu Samskipa, hvorki hjá félaginu sjálfu, móðurfélaginu í Hollandi eða öðrum. Þingmaður Sjálfstæðisflokksins vill nú fá forstjóra bankasýslu ríkisins og bankastjóra Arion fyrir viðskiptanefnd til að svara fyrir mál sem tengjast bónusfeðgum og högum og Samskipum. Ég að bíða eftir því sama og held ég flesti landsmenn. Gagnsæinu, jafnræðissjónarmiðunum og samkeppnissjónarmiðum sem hefur verið lofað og það var lagt á stað með það hér í lok bankahruns. Nú rúmlega 1 ár liðið síðan það var. Samræmist þessar afgreiðslur og það aðrar þær afgreiðslur sem hafa verið að undanförnu þessum sjónarmiðum og þetta fyrirmynd fyrir alla. Geta allir farið í bankan og fengið þessa fyrirgreiðslu. Ráðherra sveitarstjórnarmála skipaði í dag 3 manna fjárhaldsstjórn yfir Álftanes. Semja þarf skuldir og skuldbindingar sem að sliga sveitarfélagið. Þessi ákvörðun var kynnt á blaðamannafundi í samgönguráðuneytinu í dag, því ráðuneyti sem fer með málefni sveitarfélaga. Nýja fjárhaldsstjórnin skipuð til 1. ágúst í haust. Hún á að koma saman á fyrsta fundi sínum á morgun. Hún náttúrulega fer í gegnum bara alla þennan fjárhagspakka, þessar miklu skuldir og kortlegu hvað hægt að gera til þess að koma skuldunum niður og gera sveitarfélagið aftur sjálfbært. Og það ærið verkefni. Síðustu áramót voru skuldbindingar og skuldir sveitarfélagsins 7,2 milljarðar króna. Eftirlitsnefnd fjármál sveitarfélaga telur að lækka þurfi þá upphæð það bil 5 milljarða svo reksturinn verði sjálfbær. Nú þarf þessi
fjárhagsstjórn að fara og tala við alla, alveg sama hvort að það eru þeir sem eiga þessi íþróttamannvirki og leigja sveitarfélaginu eða þeir sem skulda, banki eða hver sem það þarf að fara í þetta allt saman, skoða hvaðar eignir eru, hægt að selja einhverja eignir og fara í gegnum þennan pakka alla saman, lið fyrir lið og kortleggja þetta. Þetta eru samblanda mörgum aðgerðum sem eru að fara. Kristján segir að ekki standi til að hækka álögur á íbúa umfram það sem orðið Hann segir að þær tölur sem og fyrirhugaður niðurskurður skipti í raun litlu máli þegar litið sé á dæmið í heild. Kemur til greina að Álftanes verði sameinað öðru sveitarfélagi eins og heimildir fyrir í lögum? Já, það rétt sem þú segir, það heimild í sveitarstjórnarlögunum til þess. Ef það aðgerðir sem að fjárhagsstjórnin fer í og leggur til, ef það duga ekki, þá hægt að heimila það og þá það ráðuneytisins að vinna þeirri sameiningu. Ljósgeisli sem beint var inn í flugstjórnarklefa farþegaflugvélar í innanlandsflugi í gærkvöld truflaði flugmanninn. Talsmaður Flugstoða segir málið alvarlegt. Flugmaður farþegaflugvélar sem á leið frá Akureyri í gærkvöldi varð fyrir truflun þegar einhver á jörðu niðri, líklega stattur í Kópavogi, beinti grænum ljósgeisla inn í flugstjórnarklefa flugvélunar í aðflugi að Reykjavíkur flugvelli níuleytið. Slíkt getur verið hættuspil eins og allt sem truflar flugmenn í aðflugi. Þetta þekkt vandamál erlendis en í annað sinn sem flugmenn frá Flugfélagi Íslands verða fyrir þessu hér. Flugmenn fá sérstaka þjálfun til að takast á við svona truflanir og lendingin gekk að óskum. Hjá Flugstoðum litið svo á að sá sem beindi geislanum að flugvélinni hafi vísvitandi reynt að trufla flugstjóran. Þetta hefur vissulega áhrif á öryggið við flugvellin og má eiginlega segja að sá sem að gera þetta, hann að leika sér að örygginu, hann að brjóta loftferðalög og þess vegna lítum við þetta mjög alvarlegum augum. Málið var tilkynnt lögreglu. Heimildir fréttastofu herma að í síðustu viku hafi flugmenn í fjórgang orðið varir við að reynt hafi verið að trufla þá með ljósgeisla á meðan þeir flugu yfir borgina. Hollenski seðlabankastjórinn segir að 2 fundir með stjórnendum fjármálaeftirlitsins og Seðlabankans með 7 daga millibili í byrjun september 2008 staðfesti lygar íslenskra stjórnvalda stöðu bankakerfisins. Nátt Velling, seðlabankastjóri Hollands, tók sterkt til orða í vitnaleiðslu fyrir þingnefnd fyrir helgi og tók undir þau orð að stjórnvöld á Íslandi hefðu logið. Nokkuð var óklárt hver hefði talað við hvern og sendi fréttastofa í dag spurningar til Vellings til að fá nákvæmari útskýringar. Hann segir að 2. september 2008 hafi hann hitt starfsbróður sinn frá fjármálaeftirlitinu á fundi í Amsterdam. Líklega átt við Jónas F.R. Jónsson, forstjóra FME. Þar hafi hann lagt áherslu á að bankakerfi íslenska væri traust og áhyggjur af öðru væru þarflausar. Viku seinna, 8. til 9. september, segist Velling hafa hitt íslenska seðlabankastjóran í Basel í Sviss. Þar mun átt við Davíð Oddsson. Hafi Hollendingur lýst áhyggjum sínum af íslensku bönkunum og hafi Davíð tekið undir þær áhyggjur. Jafnframt tjáð Velling að Davíð hafi 6 mánuðum fyrr varað stjórnvöld við alvarlegri stöðu bankana. Á grundvelli þessara 2 funda með viku millibili þar sem 2 íslenskar fjármálastofnanir gefa gerólík skilaboð dragi Velling þá ályktun að íslensk stjórnvöld hafi logið að Hollendingum. Í yfirheyrslunni við Velling var einnig rætt skýrslu 2 fræðimanna, Dimur van Vugt og Du Perron, sem birt var á liðnu sumri og fjallað ábyrgð hollenska seðlabankans á Icesave. Meginniðurstaða þeirra að hollenski seðlabankin hafi keypt heimild til þess að vara almenning við hættunni af Icesave. Hendur bankans hafi verið bundnar og liggi rótin í gölluðu regluverki evrópska kerfisins. Skýrsluhöfundar telji brýnt að endurskoða regluverkið ofan í kjölinn, telji ótækt að stofnun eins og hollenski seðlabankin geti ekki sjálfur haft eftirlit með fjármálastofnun sem geti aftur valdið bankanum og almenningi verulegum skaða. Stjórnvöld hafa ráðfært sig við erlenda sérfræðinga vegna Icesave og vonir á fleiri slíkum til landsins í vikunni. Fundað var Icesave í morgun. Stjórnarandstaðan eftir fundin enn bjartsýn á farsæla lausn. Leiðtogar stjórnar og stjórnarandstöðu hittust í fjármálaráðuneytinu rétt fyrir hádegið í dag á enn einum Icesave-fundinum. Það vona fleiri sérfræðingum hingað til lands til skrafs og ráðagerða Icesave-málið. Kanadamaðurinn Donald Johnston var hér í liðinni viku og bandaríkjamaðurinn Lee Bucket væntanlegur. Einhver þessara sérfræðinga gæti tekið að sér hlutverk milligöngumanns eða sáttasemjara í deilunni, en forsendan þó auðvitað sú að Bretar og Hollendingar samþykki nýjar viðræður. Við erum að ná saman hérna heima fyrir það á hvaða forsendum við viljum taka upp slíka viðræður. Veist þú af einhverjum svörum frá Bretum og Hollendingum hvort þeir vilji yfir höfuð taka við einhverju boði viðræður?
Nei, það hefur ekkert verið spurt eftir því neitt. Nú tæpur mánuður í fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu og tíminn því knappur. Ég held að sé mjög mikilvægt að hafa báða fætur á jörðinni. Það liggur ekkert fyrir að það sé hægt að taka upp viðræður ennþá og það gengið út frá því að þjóðaratkvæðagreiðslan fari fram. En við erum svona að reyna að nýta þennan glugga sem núna og til þess að láta reyna á þá möguleika sem kunna að vera í stöðunni. 2 sænskir hermenn og afganskur túlkur þeirra létu lífið í skotárás í Afganistan í gær. Fram að því höfðu aðeins 2 aðrir Svíar fallið í átökunum. Jóhann Palmlöf og Gunnar Andersson voru skotnir til bana á samt afgönskum túlki sínum við landamærastöð í borginni Mazar-e Sharif. Heimildamenn sænska ríkissjónvarpsins segja að árásarmaðurinn hafi verið nemandi í lögregluskóla en honum hafi ekki boðist starf eftir útskrift. Hann var klæddur í stolinn lögreglubúning og sagður hafa gengið upp að landamærastöðinni og gripið byssu af lögreglumanni sem hann hafi þekkt persónulega. Maðurinn skaut sænsku hermennina 2 og afganskan túlk þeirra til bana og féll síðan sjálfur fyrir byssukúlum lögreglu. Einn sænskur hermaður til viðbótar særðist í árásinni. 500 sænskir hermenn nú í Afganistan. Þangað til í gær höfðu aðeins 2 Svíar fallið frá því að herlið þeirra kom til landsins fyrir 8 árum. Í inngangi fréttar hér áðan Ólaf Ólafsson mátti skilja að Arion banki hafi tekið yfir Samskip og komið því síðan aftur í hendur Ólafs. Hið rétta að bankinn kom sem lánadrottinn að fjárhagslegri endurskipulagningu Samskipa. Ólafur á eftir hana 90% í fyrirtækinu. Breytingar á skattkerfinu sem tóku gildi áramót koma sérstaklega hart niður á litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Þetta segir endurskoðandi sem aðstoðað hefur fjölmarga eigendur lítilla fyrirtækja við að loka þeim. Saumakompan á Akureyri var sett á laggirnar fyrir 3 árum en eigendur hennar ætla að leggja fyrirtæki niður í næsta mánuði. Aðalástæðan hækkun á flutningskostnaði, opinberum gjöldum og sköttum en það nóg að gera. Það brjálæði að gera, það að sorglega við þetta. Hvað þyrfti að breytast til að þið gætið haldið opnu áfram? Við þyrftum í rauninni kannski að hækka þessi verðskrána og virðisaukin mætti alveg lækka fyrir svona lítil fyrirtæki og bara eins og launatengd gjöld og annar kostnaður sem fyrir rauninni beint til ríkisins. Þetta bara allt of hátt fyrir svona litla einingu. Lítil og meðalstór fyrirtæki koma sérstaklega illa út úr breytingum á skattkerfinu sem tóku gildi áramót. Þetta segir endurskoðandi á Akureyri. Hann segir fjölda fyrirtækja sem hafa þurft að leggja upp laupana hafa aukist verulega að undanförnu og að stjórnvöld þurfa að grípa til sértækra aðgerða í mörg þeirra að eiga möguleika á að halda velli. Það ekki hægt að flokka þessi litlu fyrirtæki með sama hætti og stóru fyrirtækin. Þessi fyrirtæki, litlu og meðalstóru fyrirtækin, eru svo tengd fjölskyldunum. Þarna eru mjög oft gríðarlegar persónulegar ábyrgð á bak við að ræða þeim skuldum sem eru í rekstrinum. Að ganga að þessum fyrirtækjum, þá væri bara hreint og klárt verið að ganga að þeim einstaklingum sem þar að baki standa. Verði spilavíti opnað í Reykjavík fjölgar þeim sem glíma við spilafíkn. Þetta segir yfirmaður hjá SÁÁ. Fórnarkostnaðurinn yrði meiri en fólk gerir sér grein fyrir. Forsvarsmenn Icelandair Hotels hafa undanförnu fundað með stjórnvöldum möguleikann á því að setja upp spilavíti hér á landi. Framkom í fréttablaðinu í dag að nú væri unnið að þessari hugmynd sem reyndar hefur verið í vinnslu undanfarin ár. Viðbrögðin eru blendin. Ég held að kostnaðurinn, fórnarkostnaðurinn sé miklu meiri heldur en fólk gerir sér grein fyrir. Hörður bendir á að þótt hugmyndin gangi út á þjónustu við erlenda ferðamenn verði vart hægt að takmarka aðgengi Íslendinga. Hann segir að tugir einstaklinga sæki nú meðferð vegna spilafíknar. Vandinn í dag það að við erum að sjá hjá okkur á síðastliðnu ári, árið 2009, 55 nýja einstaklinga sem að koma og leita sér aðstoðar vegna spilafíknar. Í kringum þessa einstaklinga eru þetta fjölskyldur, aðrir einstaklingar sem að líða fyrir vandan. Þar að auki sé annar eins hópur sem komi reglulega til að leita sér hjálpar. Rætt hefur verið að svona starfsemi sé leyfð annars staðar og verði viðbót í þá flóru afþreyingar sem í boði fyrir erlenda ferðamenn. En eigum við þá ekki bara að kasta grímunu og fara að tala aftur Dirty Weekend og One Night Stand in Reykjavík og svo framvegis. Ég meina, annarkvort verðum við þá bara að koma fram sem ósiðleg þjóð, gagnvart heiminum, eða þá við höfum eitthvað örlítið siðferði. Einn af þeim sem unnið hafa að hugmyndin spilavíti hér á landi Arnar Gunnlaugsson, knattspyrnumaður, en rætt verður við hann í Kastljósi að loknum fréttum.
Maður sem fengið hefur það verkefni að súta feldinn af Þistilfjarðarbyrninum segir að vinnan við Hvítabjarnarfelda sé á ýmsan hátt vandasamari en sútun annarra felda og skinna. Ástæðan sé hversu verðmætir þeir eru. Karl Bjarnason hefur lengi fengist við sútun. Nú hún reyndar auka búgrein hjá honum og loðskinn á Sauðárkróki lætur honum í té aðstöðu. Karl hefur sútað ófáa ísbjarnarfeldi og feldurinn af Þistilfjarðarbyrninu nýjasta verkefnið. Það sem það sérstaklega gæti að við ísbjarnarskinnin það að hárin verði glansandi og hæfilega feit og hvít. Það sem kannski ísbjarnarskinn skera sig úr það að þau eru verðmætari heldur en flest önnur skinn. Þannig að þá maður svolítið reynir maður að passa betur upp á þau. Þó maður reyndar alltaf að passa vel upp á skinn þá svona einhvern veginn meiri fiðringur í magana þegar maður með þau í verkun. Karl líst vel á feldinn af Þistilfjarðarbyrnunni. Dýrið reyndar frekar lítið en það getur líka verið kostur. En hárafarið á þessu dýri fljótt og liti mjög fallegt og ég vona að verði mjög fallegt þegar það verður tilbúið. Karl hefur ekki tölu á þeim tegundum skinna og felda sem hann hefur sútað dagana. Ég hef verið að prófa með aðeins með kattaskinn, sérstaklega fyrir víkingarhefingar. En óvenjulegasta skinn sem ég hef sútað er leður af hvölum. Það eins og svoleiðis að það á kalldýrum leður, þessi skinn á einum stað á hvölum og ég fékk svoleiðis frá hönnuði í Reykjavík og var mjög spennandi að vinna það. Bandaríska geimvísindastofnunin skaut geimferjunni Endeavour á loft í morgun eftir sólarhringstöf vegna veðurs. Bandarískar geimferjur eiga einungis eftir að fara 4 ferðir til viðbótar út í geiminn áður en þeim verður lagt undir lok þessa árs. 6 í áhöfn Endeavour en ferjan flytur búnað sem verður notaður til að lengja líftíma alþjóðlegu geimstöðvarinnar sem á braut umhverfis jörðu. Ferðin að geimstöðinu og til baka tekur tæpar 2 vikur. Nemendur í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti sætta sig ekki við að skólayfirvöld banni þeim að gista yfir nótt á Selfossi eftir árshátíð. Það hafa þeir fengið að gera síðustu ár. Nemendur skrópuðu í skólanum í dag og hóta að hætta í Gettu betur. Við erum sérst að mótmæla því að við fengum ekki að halda árshátíðin okkar á Selfossi eins og hefur verið undanfarin ár. Við bara mættum klukkan 8 í morgun og skrópuðum í tíma og sérst búið að auglýsa það bara á Facebook og svona. Rökin það hættulegt að keyra yfir Hellisheiðina á vetri til og fleira svona sem eru mjög skrítin að þetta styður við unglingadrykkju en við ráðum ekki hvað 600 nemendur gera sko. Náttúrulega í svona skemmtunum það alltaf einhverjir svartir sauðir og þó voru einhverjir 2-3 skilsmið sem voru með eitthvað læti. Og okkur bara finnst það ósanngjarnt að ef einhverju 2-3 aðilar gera eitthvað svona það bitna á restina af hópnum. Þá hafa nemendurnir hótað því að hætta í Gettu betur. Já, þetta var meira bara svona að koma á móti. Við erum náttúrulega komin í 8. úrslit í fyrsta skipti í langan tíma og þetta rosalega stórt mál bæði fyrir okkur í nemendafélagið og skólastjóran og skólastjórnina sko. Þannig að þetta svona bara hótun og bara aðeins að reyna að hræða hana sko. Það hefur ekki verið blásin eitt af. Við bjóðumst að aðstoða við að hafa dansleikin í bænum en fara ekki á Selfoss og gista þar. Við teljum það bara gefa hæfi fyrir framhaldsskóla að stuðla að því að menn sé að gista þar og drekka og djúsa alla nóttina. Ætlið að halda áfram að mótmæla þar til kröfum ykkar verður mætt? Sjálfsögðu. Það verður bara ekki gefist upp. Það var ekki sem bjargaði mér. Það var ekki sem bjargaði mér. Það var ekki sem bjargaði mér og það var ekki sem bjargaði mér. Að minnstakosti 17 indverskir hermenn létu lífið og 17 til viðbótar slösuðust alvarlega í snjóflóði í indverska hluta Kasmír í nótt. Snjóflóðið féll á æfingabúðir þar sem 400 hermenn höfðu aðsetur. Grafa þurfti tæplega 200 þeirra upp úr húsarústum og snjó en björgunarmenn hafa nú lokið störfum. Snjóflóðið var aðeins steinsnar frá vinsælu skíðasvæði en ekki talið að ferðamenn eða aðrir almennir borgarar hafi orðið fyrir því. 7 indverskir hermenn létust í snjóflóði á svipuðum slóðum í júní á síðasta ári. 8 af hverjum 10 íslenskum höfnum eru reknar með tapi. Ef ekkert verður að gert munu hafnir glíma við enn frekari fjárhagsvanda á næstu árum og það kemur til með að bitna á sveitarfélögum.
Þetta kemur fram í skýrslu nefndar sem falið var að gera tillögur hvernig bregðast megi við fjárhagsvanda hafna. Þar kemur fram að árið 2008 hafi hafnir landsins verið reknar með rúmlega 1,5 milljarðs tapi. Staðan er mjög alvarleg. Það er það bil 80% hafna á Íslandi sem eru reknað með tapi. Þær hafnir sem hafa góða afkomu byggja hana að mestu leyti á vöruflutningum. Flestar hafnir eru þegar komnar í fjárhagsvanda og það alvarlega er að taprekstur af höfnum leiðir til þess að sveitarsjóðirnir þurfa að bera tapið. Nefndin segir að ástæður bágrar fjárhagsstöðu hafna megi meðal annars rekja til of mikillar skuldsetningar og þess að tekjustofnar séu ekki full nýttir. Þá hafi sjóflutningar lagst af og fiskafla sé landað í færri höfnum en áður. Megin niðurstaða nefndarinnar sú að brýnt sé að endurskoða hafnalög frá árinu 2003. Þau lög byggja á því að hafnir starfi í samkeppnisumhverfi en nefndin kemst að þeirri niðurstöðu að það sé í reyndinni ekki rétt. Þá leggur nefndin til að tekin verði upp lágmarksgjaldskrá fyrir aflagjöld og vörugjöld og eins að eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga hafi sérstakt eftirlit með rekstri hafna. Og jafnvel að ríkið komi að því að úrelda hafnir, þó að það sé auðvitað mjög erfitt spor að stíga fyrir afskaplega mörg sveitarfélag. Það var bæði reykt og prjónað í vinnunni, segja leikskólakennarar með áratuga reynslu breytingar á starfi sínu. 60 ár eru liðin frá stofnun Samtaka leikskólakennara. Undanfarna daga hefur verið haldið upp á svokallaðan dag leikskólans í leikskólum landsins. Að því tilefni mynduðu öll leikskólabörn í Vestmannaeyjum vínarhring Landakirkju. Þessar mundir eru 60 ár liðin frá stofnun fyrstu hagsmunasamtaka leikskólakennara. 4 starfsmenn 2 leikskóla í Eyjum sem hafa samanlagt yfir 100 ára starfsreynslu segja margt hafa breyst, meðal annars í tengslu við prjónaskap og reykingar. Það var eiginlega bara reykt á kaffistofu inn á deildinni sem ég var á, sem nú er föndurherbyggi á þeim. Þannig að maður ángaði hérna alla dag og börnin líka. Svo satt fólk bara og prjónaði í vinnutímanum sko. Notaði tíman? Notaði tíman. Reynda stundum var það að vera að prjóna dúkkurna sem á til leikskólanum sko. Það mátti reykja á kaffistofunni. Það var ákaflega gaman mitt ofta að taka þátt í svona hópreykingum. Síðan hérna var ákveðið að það væri mjög óhollt að reykja mitt á kaffistofunni og þá að fara að reykja í eldhúsinu. Þar sem maturinn var eldaður. Vegna klæðaburðar kvenna í leikskólastörfum varð til hið óformlega starfsheiti mussukerling. Það voru kallað mussukerlingar. Við vorum alltaf í mussum eða svundum eða eitthvað svona víð og stóru þægileg. Og þá komið að því að fá að vita hvað verður boðið upp á í Kastljósi í kvöld, Sigmar. Við veltum því upp hvort það sé eðlilegt að kjörnir fulltrúar hagnist fleiri milljónir með því að selja stofnfjárbréf í Spron, en bæði Árni Þór Sigurðsson alþingismaður og Össur Skarphéðinsson ráðherra græddu talsvert þegar þeir seldu á heppilegum tíma. Við fáum líka til okkar Arnar Gunnlaugsson sem segir að ríkið fá umtalsverðar skatttekjur af spilavítum og starfsemi tengdri þeim, og Júlíus Þór Júlíusson, formaður samtaka áhuga fólks spilafíkn, mætir með honum, en hann er ekki par hrifinn af þessum áformum. Væntanlegir Eurovision farar þau Hera Björk og Örlygur Smári koma líka til okkar og ræða meðal annars við riðil Íslands, en það var dregið í keppninni í gær, og svo segjum við frá okkur þeim sára litla mun sem var á lögunum í fyrsta og öðru sæti á laugardagskvöldið. Elísa Njúmann tekur svo fyrir okkur eitt lag. Takk fyrir þetta, Sigmar, og þá vindum við okkur í íþróttir. Hjörtur. Já, við ætlum að byrja á vetrarólympíuleikunum, engin snjór þar en vonandi kyngir honum niður á næstu dögum. Íslensku ólympíufararnir voru kvaddir með formlegum hætti í Kringlunni í dag, en vetrarólympíuleikarnir hefjast eftir 4 daga í Vancouver. Þar er hins vegar einmuna sumarblíða sem þegar er farin að hafa áhrif á skipulag keppninnar. Auk þess að kveðja ólympíufarana var sett upp sýning á inngöngu fatnaði íslenskra þáttakenda á vetrarólympíuleikum fyrr og nú. Af þeim 5 keppendum sem Ísland sendir á leikana nú er dalvíkingurinn Björgvin Björgvinsson sá eini sem áður hefur keppt á ólympíuleikum. Ég er búinn að byggja vel upp á þessum 2 leikum sem ég er búinn að fara á áður. Þetta er í 3. og ég tel mig að geta gert það sem ég á að geta gert. Íris Guðmundsdóttir er án efa komin í fremstu röð á Íslandi í alpagreinum þrátt fyrir ungan aldur. Íris viðurkennir að eftirvæntingin sé orðin mikil. Jú, maður eiginlega trúir þessu ekki alveg, maður biði eftir þessu svo lengi og svo allt í henni er þetta komið. Já, ég get eiginlega bara ekki lýst tilfinningunni, þetta er bara frábært.
Í Vancouver áfram sumarblíða og halda snjóflutningar því áfram, þar á meðal í Cypressfjall sem einn af 4 keppnistöðum vetrar Ólympíuleikanna. Fresta hefur þurft æfingum keppenda og jafnvel fella þær niður vegna snjóleysis. Það ætti þó ekki að hafa áhrif á íslensku keppendurna þar sem þau munu renna sér niður brekkurnar í Whistler en þar mun ástandið vera heldur skárra. Dýrlingarnir frá New Orleans fögnuðu í fyrsta sinn sigri í ofurskálinni svokölluðu eða Super Bowl þegar þeir lögðu Indianapolis Colts í úrslitaleiknum í ameríska fótboltanum í nótt. Það reiknuðu flestir með sigri Indianapolis í nótt með leikstjórnandan Peyton Manning í broddi fylkingar og það virtist ætla að ganga eftir því þeir komust í 10-0 í fyrsta leiklutanum. Leikmenn New Orleans svöruðu hins vegar með 13 stigum í röð í næstu 2 leiklutum. Liðin skiptust á að skora allt til loka en þegar rétt rúmlega 5 mínútur voru eftir og staðan 17-16 fyrir Indianapolis kastaði leikstjórnandi New Orleans Drew Brees boltanum til Jeremy Shockey fyrir snertimarki. Dýrlingarnir skoruðu síðan 2 aukastig og staðan orðin 24-17 þeim í vil. Manning urðu síðan á hörmuleg mistök í næstu sókn þegar hann kastaði boltanum beint í hendur Tracy Porter sem skilaði honum í endamark Indianapolis 31-17 sem urðu lokatölur leiksins. Drew Brees var síðan í leikslok valinn maður leiksins. Og að lokum höldum við í spænska boltan þar sem risarnir 2 Barcelona og Real Madrid unnu báðir sigrir. Barcelona áfram með 5 stiga fórustu á toppi spænsku deildarinnar eftir 2-1 sigur á Getafe á heimavöllum helgina. Lionel Messi kom börsungum yfir með 16. marki sínu á tímabilinu og hann lagði síðan upp seinna mark heimamanna í seinni hálfleik þegar Xavi skoraði. Roberto Soldado minnkaði síðan munin úr vítaspyrnu skömmu fyrir leikslok en þá var búið að reka 2 leikmenn Barcelona af leikvelli, lokatölur 2-1. Á sama tíma vann Real Madrid öruggan sigur á Espanyol 3-0, Sergio Ramos, Kaká og Gonzalo Higuaín skoruðu mörkin. Barcelona taplaust á toppnum með 55 stig, 5 meira en Madridingar. Valencia síðan í 3. sæti með 42 stig. Þá skulum við renna yfir helstu atriði frétta. Félög tengd Ólafi Ólafssyni skulda Arion banka og skilanefnd gamla Kaupþings meira en 200 milljarða króna. Þingmaður spyr hvers vegna Ólafur fær að halda samskipum eftir fjárhagslega endurskipulagningu. Fjárráð Álftanes komin í hendur 3 manna stjórnar. Fyrir liggur að semja skuldir og skuldbindingar sem nema rúmum 7 milljörðum króna. Ráðherra útilokar ekki að Álftanes verði sameinað öðru sveitarfélagi. Flugmaður farþegaflugvélar á leið frá Akureyri í gærkvöld varð fyrir truflun þegar að grænum ljósgeisla var beint inn í flugstjórnarklefa vélarinnar. Slíkt getur verið hættuspil. Hollenski seðlabankastjórinn segist hafa fengið öndvert mat á stöðu íslensku bankana á fundum með stjórnendum fjármálaeftirlitsins og íslenska seðlabankans rétt fyrir hrun. Einungis 7 dagar liðu á milli fundana. 2 sænskir hermenn og afganskur túlkur þeirra létu lífið í skotárás í Afganistan í gær. Aðeins 2 Svíar höfðu áður látið lífið í átökunum í landinu. Nemendur í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti skrópuðu í tíma í dag og voru með háreysti í skólanum. Þeir mótmæla því að fá ekki að gista á Selfossi eftir árshátíð skólans sem þar verður haldin. Vetrarólympíuleikarnir hefjast eftir 4 daga og voru íslensku keppendurnir kvaddir með formlegum hætti í dag. Snjóleysi í Vancouver veldur áfram vandræðum. Og þá þessu lokið hjá okkur í bili. Veður og kastljós á næsta leyti. Við sjáum svo aftur klukkan 10 í kvöld. Sæla sinni.